Það var komið, fyrir svona 2 vikum voru fréttir votlendissjóð sem var eiginlega leystur upp, sem margir bundu mikla vonir við að þarna gætu við bundið mikið kolefni og unnið á loftslagsvanni með því að fylla upp í gamla skurði. Og það var ákveðin vonbrigði. Og svo vorum við allar búin að jafna okkur á því að Jón Gunnar Ottosson, fyrrverandi forstjóri Náttúrufræðistofnunar, sagði að við varum að stór ofmeta tækifæri sem að felast í því að rækta skó á Íslandi til þess að vinna gegn loftslagsvá. Jón Gunnar er hingað komin hingað, hann er á heimaslóðum sínum. Jón, þú ert hérna það ekki? Já, Selfossi. Herðu Jón, getur útskýrt þetta fyrir hvers vegna skógrækt er ekki góð lausn til þess að glíma við loftslagsvá á Íslandi? Og skógrækt það vita allir að tré binda kolefni, en það tekur tíma og eins og þessi verkefni eru sett upp, að þá verið að veita svo falskar upplýsingar. Þessi verkefni sem eru annars vegar að vera að selja sem nytjaskógrækt og hins vegar sem kolefnisbindingarskógrækt, svo jafnvel geti skilað sér í miklum ágóða með ræktun, það sem við kallum kolefniseininga, sem getur farið á alþjóðlega markað. En þetta allt sett á svo fölskum forsendum. Við horfum á eftir, til dæmis ég að keyra eftir einhverjum bílum hér í dag, hópferðabílum, sem að standa, við erum kolefnisjafnaðir. Ég að lesa það að Icelandair að selja fólki gróðursetningar og segja að það sé að kolefnisjafna flugferðirnar sínar. Toyota að selja með sama hætti og svo mætti áfram telja. Það alls konar svona spekulantar að reyna að græða á þessu fyrirbæri. En ef við skoðum málið mjög nákvæmlega, að gróðursetning í dag, hún ekki að skila bindingu fyrir eftir 50 til 80 ár. Já. Þannig við björgum ekki heiminum með þessu? Nei, og sko ríkisstjórnar markmiðin eru miðuð við 2030 og 2040. En það sem verið að gróðursetja í dag, og það sem verið að selja í dag, það skilar nettó losun en ekki bindingu næstu 10-20 árum. Og þá erum við að taka inn í dæmið jarðvinnslu, annað sem fylgir gróðursetningunni og bara öll vísindaleg gögn sem við erum búin að skoða bæði hérlendis og erlendis sýna að ef þú kaupir með þessar reiknivélar skógræktarinnar og annarra félaga að þú selur, segja að þú hvað segjum við, tonni á þessu ári og ætlar að bæta þau upp og kaupir þá einhverju gróðursetningu, en þessi gróðursetning hún skilar losun fyrstu 10-20 árin og hún nær ekki neinum árangri fyrir eftir 50 til 80 ár og hún nær aldrei að jafna þetta sem þú ert að eyða. Þannig ef að ég myndi ætla að bæta, vistbor mín með því að kaupa svona gróðursetningu, að þá væri ég raunverulega að auka losun á minni líftíma og fyrir mín tilverknað. Já, það bara einfalt svar. Já. En nú ert þú að vísa í það sem bara þekkt og vitað. Hvernig stendur þá á því að okkur er sagt einhvern veginn að við getum geft, svona aflátsbréf með þessum hætti? Vegna þess akkúrat eins og þú segir, þetta eru aflátsbréf. Það verið að blekkja fólk með þessu. Það verið að selja því, það í rauninni verið að selja gróðursetningu. Það verið að selja væntanlega kolefnisbindingu til langs tíma, en það ekki verið að selja kolefnisjöfnun eins og fólk heldur að sé að kaupa. Já. En það eru miklu peningar á bakvið og ef þú bara horfir á hvað er gerast í dag, að það eru
útgerðarfélög að hoppa á þetta, það eru erlendir aðilar að kaupa hér jarðir vegna þess að kröfurnar sem hér eru gerðar til vottunar á þessum framkvæmdum til þess að fá viðurkenningu sem svona kolefniseiningar sem gætu farið í sölu, að þær standast ekki. Skógræktin búin, hún má eiga þetta til hrósa, hún að reyna að ná tökum á þessu með því að búa til svona vottunarkerfi sem að kallaði kolefnis, ég man ekki hvað það heitir, en þeir eru að búa til kerfi sem byggir á erlendum fyrirmyndum. Þeir byggja sína fyrirmynd á breskum staðli sem heitir Woodland Carbon Code, en þeir aðlagana íslensku náttúru, íslenskum aðstæðum í gæsalöppum. Og þessi aðlögun, hún felst fyrst og fremst í því að draga úr kröfum. Hún dregur úr kröfum varðandi líffræðilega fjölbreytni, vernd náttúrunnar, landið einskis metið í rauninni, þannig að slíkir hlutur ekki teknir inn í dæmið, þannig að þetta verður miklu ódýrara, en þegar upp staðið eftir 20, 30, 40 ár, þegar þessi fyrirtæki ætla að fara að selja þessar kolefniseiningar sem reyna að fjárfesta í núna, að þá ég vissum að þær fá aldrei samþykki á alþjóðlegum mörkuðum, vegna þess að við erum ekki að uppfylla alþjóðlega staðla. Við erum með heimatilbúna staðla sem ganga ekki upp. Já. En þegar þú segir að landið sé einskis metið, áttu við þá land sem að var áður en að skógurinn ræktaður upp, að það getur kannski verið meira virði heldur en skógurinn, eða hvað áttu við með þessu? Já, við það að þegar þú horfir á land og þá gera allar alþjóðlega kröfur, þá gera alþjóðlegu kerfin kröfur til þess að þú metir hvaða kolefnisbinding á sér stað í viðkomandi landi. Síðan áttu að spá fyrir hvað gerist, hvað þetta land myndi gera án íhlutunar mannsins með skógrækt eða öðru. Já. Þetta ekki gert. Og í öllum arðsemisreikningum sem setti fram að hálfu skógræktarinn og fleiri aðilum, þá landið aldrei tekið inn í dæmið. En ef við bara horfum á land eins og bara Skeiðarársand, að bara með því að friða land, að það getur náð í rauninni jafn miklum eða meiri árangri án þess að vera að planta framandi ágengum tegundum sem að ógna lífríki landsins. Og hvernig þá með því að það verði svona sjálfsáning á einhverjum, eins og maður sér endar stundum á sandinu, ég veit ekki gott þessi Skeiðarársandi, en maður kemur manni svolítið óvart hvað gróðurinn fer víða einhvern veginn. Landið, þú verður að meta hvaða kolefnisbinding á sér stað af náttúrulegum ástæðum og allir alþjóðlegir staðlar, þeir krefjast þess og taki með þetta inn í reikningin og líka allar losun sem að hluti af þessum gróðursetningum, bara eins og allt þetta jarðrask, menn plæja land til þess að auka líkurnar á að skógræktarplönturnar lifi og þetta eykur losun fyrstu 10 til 20 árin og bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sýna ótvírætt að það tekur 10 til 20 ár eftir gróðursetningu að fá losunna úr því að vera neikvæð yfir í jákvæð. Ok, hverjir það sem að votta? Þú nefndir skógræktina og hverjir fleiri? Ég gef út þessi vottor sem að þú efast að séu standist alþjóðlega kröfur. Ég hrósa skógræktinni fyrir að reyna að vera að búa til vottunarkerfi. Vegna þess að það þarf að halda utan þetta með einhverjum hætti, en samkvæmt þessu kerfi sem skógræktin með, þá ekki nema eitt verkefni á ótrúlegum fjölda sem skipta hundruðum sem að hefur fengið inngöngu í þetta kerfi. Það verkefni heitir Yggdrasill og austur á fjörðum. En menn alltaf að horfa á þetta að búa til kolefniseiningar til þess að selja í framtíðinni.
Það bara í RÚV til dæmis með þátt núna bara í gær eða fyrradag þar sem var vekja athygli landeigenda og þarna væri bara miklu peningar í húfi ef þeir vildu fara þessa leið. Það stenst ekki. Það enga líkur til þess að við getum selt íslenska skóga í þessum tilgangi næstu 50 árin. Nei, vegna þess að við erum ekki að fara þá leið að uppfylla kröfur sem við erum að gera erlendis til alþjóðlegrar vottunar. Og núna illins í smíðum hjá Evrópusambandinu ný reglugerð akkurat þetta og við erum langt frá því að uppfylla þær kröfur. Þannig að þegar að kemur til eftir 10, 20, 30, 40, 50 ári eða hvað það að við ætlum að fara að reyna að selja þessar einingar okkar, að þá ég alveg viss að þær hljóta ekki viðurkenningu. Vegna þess að það hefur verið svo mikil losun á leiðinni að þetta raunverulega ekki Nei, vegna þess að menn eru að einfalda vottunarkerfin hér á landi, draga úr kröfunum, draga úr kröfunum til þess að taka tillit til íslenskar náttúru, líffræðilegs fjölbreytileika og taka ekki tillit til jarðvegsins eða losunarinn sem á sér stað við ferilinn. Þannig að samkvæmt erlendum vottunar stöðlum þá geti það komið út þannig að það væri ákveðin skaði af þessum skógum frekar heldur en að þú verið að hjálpa okkur við loftslagsvánni. Síðan skaðinn að við erum að flytja hér inn hávaxin barrtré sem munum breyta ásýnd landsins verulega og hafa verulega, ég segi bara fullum fettum eins og félagi mínir í félaginu sem ég í, vinnur íslenska náttúru, að þetta einhver mesta herferð sem gegn íslenska náttúru sem hefur verið lagt af stað á vegum íslenska stjórnvalda. Já. En Íslendingar hafa kannski fallið fyrir þessu bæði með því að fylla upp í skurðina, í votlendissjóði og líka rækta skógina því að Íslendingar hafa svolítið svona samviskupið yfir illri umgengni mannskepnunar eða Íslendinga við náttúru Íslands eða ekki. Þannig að ekki auðvelt að selja Íslendingum það að rækta skóg geti verið gott í sjálfum sér. Það hefur verið allt auðvelt, já. Og það svo einfalt að segja gróðursettu 10 tré og þá ertu bara frjáls og getur losað eins og vill. Lausnin náttúrulega fólkin í því að þú reynir að draga úr þinni eigin losun og síðan náttúrulega lausnin fólkin í því líka að horfa til íslenska náttúru. Hún við berum mikla ábyrgð þar, sérstaklega vegna þess hvernig íslensk náttúra Við erum með mjög stóra stofna, fuglastofna til dæmis, sem eru eiga allt sitt undir að Ísland sé tiltölulega óbreytt frá því sem með þessi með þetta opna land. Því að mófuglar sérstaklega, þeir forða skóga. Herðu Jón Gunnar, takk fyrir að stoppa við hjá okkur á Rauðaborðinu og útskýra þetta. Og við já. Í mínum huga þetta dálítið svikamilla sem að peningaröfl eru að notfæra sér á kostnað almennings. Já. Við ætlum að skoða þetta mál betur. Jón Gunnar, þakka kærlega fyrir aftur. Og við